Vísindamenn reyna nú að komast að því hvort Katla sé líkleg til þess að gjósa á næstunni, en ef hún gýs þá er það að líkindum margfalt stærra gos en það sem nú sést á Fimmvörðuhálsi. Páll Einarsson, prófessor í jarðeðlisfræði sem þekkir Kötlugos einna manna best, verður gestur okkar hér á eftir. Við ætlum hins vegar að byrja á gosinu og hann Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur, er sestur hjá Helga Seljan. Velkomin í Kastljós, Páll. Já, þakka þér. Við skulum kannski bara byrja á því að fara aðeins yfir svona, það hvernig staðan er núna á þessu gosi. Þetta er, þrátt fyrir það að það, ég séu þetta svona talsveit mikið að sjá þarna, þá er þetta nú ekki sérstaklega stórt gos. Nei, ég held að athuganirnar núna bæði í dag og gær sýni það að þetta er í raun og veru sára lítið gos og hins vegar þá er þetta partur í stórri atburðarás. Þannig að gosið er engan veginn í aðal hlutverki í þessu. Það kemur í ljós sem sé núna við mælingar í dag að þetta gos hefur sáralítil áhrif á það sem var í gangi þarna fyrir og það er að segja að þetta kvikuinnskot undir Eyjafjallajökli. Það er aðalmálið. Gosið er svona smá sýnishorn af því sem undir niðri býr. Þannig að það er ennþá að hlaðast upp virkni þarna undir jöklinum og í kringu þetta svæði þar sem að gosið er. Þetta virðist hafa lítil, með öðrum orðum er lítil orka að losna og læðingi við þetta gosið. Já, í sjálfu sér. Það er búin að vera atburður í gangi síðan áramót, þá byrjaði kvika að streyma upp í jarðskorpuna undir fjallinu og fjallið byrjaði að þenjast út. Þetta hefur verið að smátt að færast í aukana síðustu vikurnar og hafa fyllt í skjálftar talsverði núna síðustu vikurnar og þannig að þetta er aðalatburðurinn. Síðan er greinlegt að angi af þessu kvikuinnskoti ratar til yfirborðs þarna á Fimmvörðuhálsi en það hefur sáralítil áhrif á það sem undir niðri er. Það heldur áfram sem sé að streyma kvika upp og það streymi er miklu örara heldur en það sem kemur út, þannig að það kemur meiri kvika undir fjallið heldur en fer út úr því, þannig að það heldur áfram að byggjast upp þrýstingur undir eldstöðinni. En hvað þýðir það? Þýðir það ekki raun og veru og það eru talsverðar líkur á því að þetta finnir sér leið upp á yfirborðið þá kannski á þeim stað þar sem að þessi hefðbundnu gos hafi verið þarna? Það er svolítið erfitt að segja. Það þarf að ráða í þessa atburðarás betur og það þarf að hugsa þetta mál út frá þess að þetta er í rauninni ný staða, þetta er ný reynsla. Því að yfirleitt hefur það verið svo í þeim gosum sem við höfum fylgst með þessum hætti sem núna er gert, að þá dettur þrýstingur niður undir fjallinu þegar eru gos. Og það þarf þá tíma aftur til að byggja upp þrýsting áður en að næsta gos getur orðið. Þetta hefur gerst í Kröflu á sínum tíma og undir Heklu og hefur verið hægt að mæla þetta. En að þetta gerist svona að það muni eiginlega ekkert gosið. Þetta er bara eins og auka gata á geiminum. Það heldur áfram að vaxa þrýstingurinn samt. En þetta gos, þrátt fyrir að vera lítið, það er miðað við það sem okkur hefur verið sagt í fréttum í dag, minnst á kosti frá vísindamönnum að þá er ekkert mikla líkur á miklu flóði þarna. Nei, þetta gos kemur á mjög hentugum stað. Það er eiginlega varla hægt að ímynda sér nokkurn stað á þessu svæði sem hentar betur fyrir lítið svona snirtilegt gos eins og þarna er. Þarna kemur reyndar sáralítið hraun upp, það er mjög lítið sem hefur komið upp í gær og dag. Það fer hins vegar vaxandi og við mögum ekki missa okkur í þessu að þetta sé svona lítið, vegna þess að það er vaxandi. Og það er líka ný reynsla. Oftast haga gosin sér þannig að það gengur gríðarlega mikið á fyrstu klukkutímana og svo dalar það niður og fjarar út. Þetta hins vegar byrjar svo rólega að það tekur varla nokkur maður eftir því. Og síðan er það að byggjast hægt og rólega upp og er enn að gera það sem sé hefur aukist allan daginn í dag hefur þetta aukist greinilega. En svo staðreynd að eins og þú segir að þetta hafi komið svolítið aftan að mönnum þetta gos því það kemur ekkert fram á mælum að þér virðist, það eru bara sjónarvottar sem að verða varið við þetta fyrst. Já, þetta er það ekki svolítið vonbrigði fyrir ykkur vísindamenn? Þetta er svolítið vandræðilegt fyrir okkur í vísindunum vegna þess að við höfum nú lagt svona svolítið metnað í það að geta sagt fyrir þessa atburði og höfum reyndar hefur tekist býsna vel síðustu áratugina að segja fyrir gos og gefa út viðvaranir.
En þetta gos svo lítið að merkin það komu eiginlega ekki fram fyrir en að þau fóru að vaksa að vera líka. Þau reynda að sjást vel merkin þegar maður horfir tilbaka, þá sér maður hvenær gosið byrjar og við sjáum líka að það afskaplega lítið til að byrja með. Og það sennilegt að enginn hafi séð það beinlínis fyrir en svona klukkutíma eftir að byrja því. Og það svolítið ný reynsla. Þannig að þetta það sem við verðum við vorum að býta þetta súrepli að hafa mist af þessari gosbyrjun en á móti kemur þá að þetta var svo óverulegt að það skapaðist aldrei neitt hættuástand og gat eiginlega ekki skapast neitt hættuástand vegna þess hvað það var rólegt. En nú þau þetta að því að margra augu beinast auðvitað að Kötlu sem þarna við hliðina. Einhverjar vísbendingar einhverja aukna virkni þar? Því að þið eru auðvitað með mæla þarna í hlíðunum þarna austan við og sjáuð eitthvað merki það? Nei, í stuttu máli þá var þetta að segja það með nokkru öryggi, það ekkert sem bendir til þess að neitt sé í gangi í Kötlu eins og og þannig að allar svona hugrenningar það að þetta kunni nú að vera forboði Kötlugos, allavega það ekkert komið fram ennþá sem að styður það. Eina sem við höfum í höndunum samband á milli þessara eldstöðva það að í sögunni þá greinlegt samband. Þessi öll gos sem við vitum á sögulegum tíma í Eyjafjallajökli, og þau nú reyndar ekki nema 3 og sennilega öll lítil frekar, en þeim fylgir öllum virkni í Kötlu og þá hefur oft gengið meira á sem sé heldur en í Eyjafjallajökli. Skulum sjá hérna grafíkmynd sem svona þverskurðarmynd af þessu svæði, þarna þessum tveimur jöklum og þá svona sjáum við þetta samband sem hefur verið að vísa í. Þessi gulu punktar þarna 2 undir Kötlu, það hefur verið vísað í þetta að þetta sé súrgull eins og það kallað. Getur aðeins útskýrt fyrir mér hvað þetta er? Já, og hvaða áhrif þessi tenging þarna á milli getur haft? Já, mörg af þessu megin eldstöðvum okkar eru einmitt með þessu marki brendara. Þær eru að megin virknin basísk, þetta basalt sem kemur upp, en það myndast súr kvika við svona hálfgerða gerjun í rótum fjallsins og það hitnar upp skorpan, hún bráðnar upp aftur og það myndast súrt berg sem kallað það ljósgrýti eða líparít oft kallað hér á landi og það sem sé mjög seigt, þessi sú kvika sem kemur upp í slíkum gosum mjög seig. Kannski það hraun sem mann þekkir best Laugarhraun í Landmannalaugum, það svoleiðis að þeir gerð og það sem sé oft í kringum eldstöðvarnar hér svona krans af slíkum gosstöðum. Hvað gæti gerst ef að því að þú talar að það sé ennþá það aukin virkni undir Eyjafjallajökli, getur sú virkni að einhverju leyti smitast þarna yfir haft sú áhrif ef að þetta nær ekki að losa þessa spennu sem þarna að því þessi tenging auðvitað þarna á milli. Það möguleiki? Þessi atburðarás í fullum gangi. Við getum alveg slegið því föstu. Það alltaf flegi ferð undir Eyjafjallajökli eins og Katla róleg, hún setur róleg við hliðina á, en við þurfum að hafa í huga það hugsanleg víxlverkun þarna á milli þessara eldstöðva. Og það gæti þá opnast einhvern veginn þarna á milli, það þannig sem þetta fram? Já, ef við horfum nú á þetta þversnið, þá sjáum við að það nú ekki langt að fara. Nei, þetta ekki löng leið. Sem bara á laugardaginn þá sem sé fór kvikan rúmlega helminga þessari leið. Svoleiðis að það nú ekki langt að fara. Og það hugsanlegt að þetta samspil á milli, þetta samtal á milli eldstöðvanna sé með þessum hætti að annars sendingur hreinlega yfir í hitt. Það hugsanlegt. Það líka hugsanlegt að þrýstingsaukningin undir fjallinu, hún reiður frá sér jarðskorpunni og það ýtist jarðskorpan frá og það náttúrulega veldur þá samþjöppun í eldfjallinu við hliðina á. Það getur vel verið að það sé nægilegt til þess að ýta Kötlu á staði í einhverjar framkvæmdir en við sjáum engin merki það ennþá en þetta bara einn af þeim möguleikum sem við þurfum að hafa í huga. Það eru margir möguleikar framhald á þessari atburðar. En þar eru við að tala að það sé eldfjall í annarri deild, ef svo má segja, ef eitthvað fær að gerast í Kötlu. Við erum með aðra mynd sem nú reyndar fengið frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra sem að sýnir nú svona
það sem gæti gerst að því að þar eru auðvitað talsveit breiðari íshella sem að færi það og þar erum við að tala það eru þá möguleg flóð sem að kemur þar og við auðvitað sláum þann varnaglega við að þetta er auðvitað kannski ekkert sem er að fara að gerast með það sem þú segir en þetta er auðvitað það sem gæti gerst ef að þar færi eitthvað í gang. Já, það verður náttúrulega segjast alveg svo að þessar tvær eldstöðvar eru mjög ólíkar í allri hegðun og bæði efnasamsetningu og að öllu leyti og Eyjafjallajökull er svona, hann er mild eldstöð, það er ekki mikið að vera og hefur sennilega aldrei verið mjög mikið að vera í honum, eins og hann mjög eldgamall, hann er sennilega, hann er eina af okkar eldstöðum, en hann hefur aldrei að þér vitað sem séð verður, framkallan einar verulegar hamfarir, þannig að hann hefur byggst upp sem sé bara svona í frekar rólegum gosum sem eitt lag bætist á annað. En Katla er allt annars eðlis, hún er miklu stórvirkari og er sem sé hamfara eldfjall. Þarna sjáum við, þetta er nú mynd úr þessu myndbandi þar sem er verið að sýna flóðið eða færi í suðausturátt úr Kötlu. Þá erum við auðvitað að tala gríðarlegt hamfara flóð, það er ekkert að orða það betur, en til þess að slá allan varnagla við því, þá hefur þetta ekki gerst á sögulegum tíma. Nei, það eru sem sé, Katla getur sent frá sér flóð aðallega í 3 áttir og þetta er kannski sú vesta, það er ef hún sendir niður flóð niður Entujökul og niður á Markarfljótshaura og þetta sem við sýndum þarna, það er náttúrulega kannski stærsti atburður sem við getum búið til eða látið okkur detta í hug. Þetta er svona það versta sem þetta er svona versta tilfelli, getum við sagt. En maður þarf náttúrulega að kortleggja þetta og sjá hvaða möguleikar eru í stöðunni, það þýðir ekki endilega þetta sé það sem verði. Það er líka hugsanlegt að það verði tiltölulega lítil flóð og að þau fari einhverjar aðrar leið. Þetta er það sem sé versta. Sléttlendi sem þarna er til orðið í svona flóði. Þannig að þetta er ekki alveg út úr kortinu, sko. Þetta er svona hefur gerst þarna, það er að sýna fram á það. En þetta hefur ekki gerst síðustu 1000 árin, ekki síðan menn komi hingað. Það er eins og að leifar svona flóð frá því skömmu fyrir landnám, eða nokkur 100 árum fyrir landnám, og menn geta séð merkin eftir það sem sé þarna á Markarfljótshaurunum. Margir þekkja Drumbabót, þar eru skógarleifar frá því fyrir þetta flóð og menn sjá þar hvað hefur orðið trén sem þá uxu á Markarfljótshaurum. En sko, með við hvernig þetta ástand er núna, það er auðvitað verið að fylgjast með þessu og skoða þetta allt saman. Er einhver möguleika að spá fyrir það hvað þessi aukna virkni sem er undir Eyjafjallajökli, hvað hún gæti haft í för með sér svona núna fyrir svona allra næstu klukkutíma og kannski daga? Ég held að við getum verið nokkuð bjartsýn þetta. Það er nokkuð fullkomið eftirlitskerfi í gangi hér og þetta kerfi sem er rekið af Veðurstofunni að mestu leyti, það er mjög til fyrirmyndar. Það er óvíða í heiminum sem er fullkomið eftirlitskerfi eins og þarna. Og annað sem er mjög svona til eftirbreytni og ég veit að margir munu vilja taka upp eftir Íslendingum, það er að gögnin frá þessu kerfi þau eru á netinu. Þannig það geta allir í heiminum nánast fylgst með þessum mælum og þeim mælingum sem fara fram. Það er ekki bara sérfræðingar á Veðurstofunni, við getum sagt að öll þjóðin sé á skjálftavakt og gosvakt, því að margir fara inn á þessa vefsíðu og fylgjast með hvernig jarðskjálftarnir eru frá degi til dags og hvernig GPS-mælingarnar sýna hvernig jarðskorpan lyftist og þenst og breytist og bjagast og hvernig flekarnir hreyfast til. Það er að fylgjast með þessu á vefsíðu Veðurstofunnar. Og þetta er held ég nokkuð einstæmi. Ég veit ekki neina aðra vefsíðu sem er svona opin þar sem að almenningur hreinlega getur velt þessu fyrir sér og spáð í spilin og verið vísindamönnum til aðstoðar. Þannig að þetta er vaktað ekki bara á sérfræðingum heldur allir þjóðinni nánast, þetta svæði. Þakka kærlega fyrir komuna í Kastljós, Páll. Okay. Já, við ætlum næst að skipta yfir á Hvolsvöll þar sem hún Þóra Arnarsdóttir er stödd en hún slóst í för með vísindamönnum sem reyndu að komast að gosstöðunum í dag.
Jú, einmitt Ragnhildur, ég held ég geti sagt, við vorum hreinlega að koma niður kannski eins og sérst á útganginum, hérna það er allt svart eftir öskuna og oft þannig að þeir sem eru næst vita minnst. Ég veit ekkert hvað hefur gerst meira í þessu gosi í dag en það sem við náðum að sjá, en ég ætla að fá hér ferðafélaga mína 2 til þess að segja okkur aðeins frá því. Við slóum sem sagt í hóp með 3 jarðeðlisfræðingum og 4 áhangendum og ættingjum, mætti segja. Ingi, hvernig, sko þó að við höfum upplifað þetta saman, þá fengum við svona hanga aftan í þessu. Hvernig leist þér á gosið og það sem þú sást? Jú, þetta svona dálítið, ég sem jarðskjálftafræðingur, þá þetta dálítið eins og að vera læknir sem að færa að sjá sjúklingin loksins, en ekki bara að skoða mælingar. Þannig að þó við kæmust ekki alveg að gosstöðvanum, ætlaði ekki vanta svona kílómetr, að þá var þetta náttúrulega mögnuð reynsla og fyrir utan veðrið. Já, það sést framan hér, hefur ekki fengið tíma til þess að sópa framan úr öskuna sem að gekk þarna yfir? Nei, en þetta ég ætla að færa henni Guðrúnu Larsen, þetta gjöf, og hún getur vonandi sagt okkur hvort að þessi eldsumbrot sem áttu dálítið erfitt með að ákveða sig svona á yfirborði, hvoru eldfjallið þau tengdust, hvort það sé ekki örugglega Eyjafjallajökull sem jarðeðlisfræðingar vilja halda fram. Það kemur þá út úr þessu vonandi. Þrándur, því jeppakallar eru nú yfirleitt ekkert skríðandi í 40 metrum á sekundu upp á eldfjöllum, ekki bara í þægilega heitum inn í bíl? Við reyndar oft upp á eldfjöllum og oft í vondu veðri, en þetta var eiginlega versta sem ég hef upplifað allan. Var það þess virði? Já, tímaralaust, þetta var rosalegt alveg. Sjá þetta, sjáurinni hraun ána renna þarna hjá Heljarkampinu þar sem maður labbað niður í mestasakleysi. Það var, stórkostlegt. Vissilega og hér er með okkur líka bættist í hópinn, eins og ég segi, þá voru við bókstaflega að koma niður og innan úr Þórsmörk. Einar Kjartansson fór nú kannski svolítið fyrir hópnum þarna. Hvað geturðu sagt okkur gosið svona af því sem að við náðum að grilla í gegn? Já, það sem að mér fannst áhugavert að sjá þarna er svona hvernig hegðurinn á gosinu, hvernig hraunkvikan, samsvili kvikunar og ísins og vassins og þessins, hvernig þetta hefur áhrif á hegðun gosins og strókana og sérstaklega að tengja þetta við tækin sem við höfum á Veðurstofunni, að við höfum net af stafrænum jarðskjálftamælum og fyrir 13 árum síðan þá útbjó ég verkfæri til þess að meta óróan út frá þessum stafrænu gögnum og við höfum búin að vera að túlka þetta og velta okkur fyrir okkur hvaða þýðir þegar óróin er svona og þegar óróin er svona og ef þetta eykst og við skoðum þetta á nokkrum mismundi þýðnum en það hefur vantað að það væri beinar athuganir á því hvað væri að gerast í sjálfu gosinu til þess að tengja við þetta sem við sjáum með mælunum og þetta var svona skref í áttina að fá þessa tengingu. Þú hoppaði nú hæðina gleði svona og arkaði mjög greitt yfir Morisheiði þegar þú hélst að sprungan hefði lengst þessi ósköp en svo voru það kannski smá vonbrigði að þetta var bara rennandi hraun á. Nei, það var eiginlega, það passaði ekki vel við mínar hugmyndir að sprungan færi að lengjast. Þannig þess vegna var ég svolítið spældur yfir því í morgun að menn hefði sagt að sprungan lengdist vegna þess að það var ekki það sem ég bjóst myndi gera. Við hverju býst þú? Að eftir að sprungan opnast vel að þá er flæðið svona tiltölulega stöðugt svo smá minnkar að léttir á þrýstingnum niðri og eftir þess að þrýstingnum niðri minnkar þá minnkar flæðið. Og ætlarðu að fara aftur upp á morgun? Nei, það er ekki góð veðurspá á morgun. Þetta, þú lest nú sem ekkert væri þarna þegar allir fylgdu þér niður og sagði svo þegar við vorum komin það bil í örugt skjóla þetta væri það versta sem þú lendi í, er það satt? Já, það var Þrándur var að spyrja mig hvort ég hefði lent í verra veðri á Íslandi og ég sagðist ekki að hafa lent í verra veðri í útlöndum. Nei, einmitt, það segir okkur kannski ýmislegt. Komumst ekki lengra í bilið hérna frá Hvolsvelli og skiptum aftur til ykkar í eftirleitinu og þá að minna það annað kvöld að þá segjum við frekar frá þessu ferðalagi. Já, kæra þakk fyrir þetta Þóra og Guðjón á bænum farið í varlega.